Ég ætla að ræða þessa plöntu. Þetta nú ekki besti ástíminn til að tala hana því hún svona farin að láta aðeins á sjá, öllu litfegurri á sumrin meðan hún í blóma. Rúlum intrónu, sjáum hvort við getum ekki fundið fallegri mynd af henni og tölum svo aðeins meira þetta. Já, ég að sjálfsögðu að tala lúpínuna. Ég las blaðagrein daginn, eða sem sagt, já, sem sá á netinu, þessa hérna. Og þetta fekk mig til að hugsa aftur, ég get ekki svona talað þetta. Og þetta fekk mig til að hugsa aftur, ég spáði mikið í þetta í sumar. Það alveg ótrúlegt hvað mikið af fólki þarna úti sem virðist hafa eitthvað á móti lúpínunni, við lúpínunni, ég skil þetta ekki. Það fólk sem að berst gegn henni að slá lúpínuna og hefta útbreiðslu lúpínu og bara verður mjög emotionalt yfir þessu öllu saman. Og ég bara viðurkenna, ég verður bara frekar emotional á móti. Ég man ekki betur en að lúpínan sé eitt af bestu þess fallin af þessum plöntum sem að vaksa villtar hérna til að binda jarðveg og stöðva til dæmis landeyðingu og uppfok og allt svoleiðis. Og svo segir í til dæmis þessari grein 300 ferkílómetrar þaktir lúpínu. Þið vitið að Ísland 100.000 ferkílómetrar, það ekki? Þannig að þetta eru hvað? 0,3% landsins þakin lúpínu. Vá, við erum bara alveg að kafna. Þú veist, í samanburðir vegakerfi landsins eitthvað eins og 100 ferkílómetrar, 1/3 af þessu. Bara vegakerfi, þið vitið, landsvæði sem við erum búin að dedikera sérstaklega undir það ekki neitt annað heldur en staður sem kemur okkur á annan stað og við notum aldrei sem eiginlegan stað. Þetta mjög filosófist, ég veit það. En allavega, ég skildi ekki. Ræddi þetta við garðyrkjufræðinginn í fjölskyldunni og fékk til að mynda þær upplýsingar að lúpína væri mjög vel til þess fallin að binda nitur úr lofti, köfnunarefni, sem er náttúrulega áburður sem annar gróður þarf. Hún ekki ágeng, sem því að hún fer í svona nitur eða svona, áburðarsnauðan jarðveg, sækir í hann og býr í rauninni til svona góðan jarðveg fyrir skóglendi. Og ég ætla að samfæra það að það mjög mikið af svona skóglendi hérna í umhverfi og nágrenni höfuðborgarsvæðisins sem að hefði bara aldrei sprottið ef ekki hefði notið við þessar forvinnu sem að lúpínan búin að standa í. Og það ekki bara hlutverki sem einhver svona forveri, við verðum náttúrulega að bera ákveðna ábyrgð, við sem lifum á þessum síðustu og verstu tímum eins og sagt er, og stöðla hlutum eins og bindingu koltvísýrings úr lofti. Og ég fekk einhverjar gögn úr, ég held að það hafi verið að þingi landgræðslunar frá því fyrir nokkrum árum síðan, þar sem var búið að taka saman einhverjar tölur CO2 eða koltvísýringsbindingu mismunandi plantna og tölurnar þar voru bara nokkuð sláandi. Þar var bara kolefnisbinding hvers hektara sem að þakin lúpínu, það bara svipar eins og fullvaxta trjágróðri. Þannig að þetta gagnleg planta sem við eigum að taka fagnandi. Og ég skil ekki að halda landinu í upprunalegri mynd. Landið til að byrja með ekki upprunalegri mynd. Það pottþétt leit öðruvísi út áður en við byrjuðum að ganga á það, mannskepnan. Það tekur sömuleiðis náttúrulega breytingum í aldanna rás, það bara eðli náttúrunnar, við vitum það alveg. Þannig að við ekki heldur alltaf hugsa eins og það verða að viðhalda öllu þess að leita út í gær. Það verður bara einhver eðlileg þróun og breyting. Við verðum að taka ábyrgð á loftslagsbreytingunum og þetta væri einn liður í því að fagna plöntum sem að hjálpa okkur að binda koltvísýring og andrúmslofti. Það þurfi ekki allir að fá út og planta plöntum, það geta líka bara farið og sáð lúpínu og tekið þátt í að jafna kolefnisfótsporið. Og svo var þetta sé að taka yfir allan fjandann. 0,3% af landsvæði Íslands þakið lúpínu. Come on, ég meina ef þið viljið vernda berjalyng og hvað það á einhverjum mjög precious berjalyngstöðum, ég held að Íslendingar kaupi flesti bara bláberinn sín í Costco, en ef þið viljið endilega verja það nú, þá bara passið þið að slá þar í kring og gera þetta á takmarkan og skynsaman hátt. Við skulum ekki bölsóta þessari góðu plöntu bara af því bara. Lúpínan góð og gagnleg planta. Þetta voru örskilaboð dagsins í dag. Já. Ok, er þetta lúpína?
Hefur þetta eitthvað með, þetta er eitthvað á latínu, hefur þetta eitthvað með úlfa að gera? Lúpa, þetta er lúpus.